greiða niður húsnæðisskuldir sínar eða ráða sér heimilishjálp með afslætti frá ríkinu. Og inn í þetta system sem hefur orðið til, sem verið að eyðileggja samfélagið, veikingu velferðar og æ meiri gróða fyrirtækjanna komin verðbólga. Hún kannski ekki sjálfstætt vandamál. Almenningur hefur oft haft ágætt í verðbólgu. Það var verðbólga á 8. áratugnum þegar kaupmáttur jókst mikið. Það voru mikið af verkföllum og verkalýðurinn sótti fram kjarabætur sínar og bætti kjör sín. Það var í verðbólgu. Þannig verðbólgan ekkert sjálfstætt vandamál. Verðbólgan hins vegar skaðræði þegar hún fær að éta upp kaupmátt almennings. Hinn betur settu geta staðið af sér verðbólgu, þau kannski sjóði og geta beðið í verðbólgu í 3-4 ár þótt að verið aðeins dýrar að lifa, en þau sem eru tekjulægri geta það ekki. Verðbólgan grefur strax undan þeim, hinum skuldugu og tekjulágu. Þau geta ekki beðið af sér verðbólguna. Verðbólgan kippir fótunum undan þessu fólki, fjölskyldum og þar með öllu samfélaginu. Og velferðarkerfið grípur það ekki þegar það lendir í vandræðum, en það búið að eyðileggja það. Það er búið að eyðileggja barnabótakerfið, vaxtabótakerfið, húsnæðisbæturnar. Það er búið að koma því á núna að örorkulífeyrir er ekki að fara að nálgast 100.000 krónum undir lægstu launum og allir vita að það er ekki hægt að lifa á lægstu launum. Þetta er öryrkjunum boðið upp á. En í svona umhverfi þá er verðbólgan maskína sem að flytur fé linnulaust frá þeim sem að standa veikar til hinna sem eru betur settir. Og það er ástæðan fyrir því að Seðlabankinn hækkar vexti í takt við verðbólguna. Hann er að verja auð þeirra sem eiga auðinn til þess að þeir sem að skuldi færi alla peningana sína. Þannig að byrðin af verðbólgunni leggist bara á þá sem eru skulda, þá sem eru tekjulágir. Þannig að þeir sem hafa mikla tekjur og mikinn auð verði ekki fyrir neinum skaða af verðbólgunni. Það er verðbólgustríði sem okkur er kynnt í fréttunum, baráttan fyrir verðbólgunni sem við eigum að taka þátt í. Það er barátta til þess að þeir sem eiga peningana tapi engu. Og þeir sem eiga heia baráttuna eru þeir sem að skulda og hafa lágar tekjur. Þá að berja niður kaupmáttur þeirra til þess að fara ekki út í bónus og kaupi sér bakaða baunir. Þá að berja niður getu þeirra til þess að lifa sómasamlegu lífi. Það á að bæta verðbólguna. En þeir sem eiga peningin, þeir eiga að fá allt sitt bætt og betur til. Þetta er staðan sem við þekkjum vel. Nýfrjálshyggjan hefur grafið undan velferðarkerfinu. Stjórnvöld tjóna ekki almenningi heldur hinum ríku. Og þegar verðbólgan kemur inn í þennan heim, þá magnar hún upp ógeðið. Og hvað gerum við í því? Það er það sem við ætlum að ræða í dag. Og orðið er laust. Og ekki alveg laust, því ég gaf Sólveigu Önnu Jónsdóttur orðið hérna rétt á. Hún ætlar að koma hingað. Komið þið sæl, kæru félagar, gaman að sjá ykkur. Það var mjög svona óljós fyrirmæli sem ég fékk það hvað ég ætti að tala um. Ég er að spá í að ræða kannski svona fremur stuttlega og hafa ekki of mörg orð það. Ykkur samt er frjálst ef þið viljið einhvern tímann Sósíalistaflokkurinn að bjóða mér til þess að koma að halda svona kannski ítarlegri fyrirlestur það sem við höfum verið að gera í Eflingu og þar sem ég hef ákveðið að fara að kalla svona Eflingarleiðina, the Efling method, hvernig við höfum komist að þeim niðurstöðum sem við höfum komist að í okkar baráttu, hvað hefur virkað, hvað ekki og hvað við sjáum fyrir okkur að við ætlum að gera á næstunni. Og ég vona að þið takið þessu ekki illa og setjið mig ekki í mér verði ekki slaufað. Mér var sem sagt boðið daginn
koma alltaf fyrirlestur í viðskiptafræðideild Háskólans það hvernig Efling hefði verið að vinna með það sem að í okkar samfélagi kalla svona inclusion og diversity og fyrst var ég nú ekkert endilega æst í að fara og hugsaði ég hefði margt annað í tíma minn að gera en svo ákveði ég að fyrst að einhver væri að bjóða mér og það það viðþorf sem ég hef bara reynt að tilanga mér sem ég tók við 2018 að mæta og það skemmst frá því að segja að bæði var þetta áhugavert fyrir mig sjálfa að svona fara í gegnum þetta og presentera þetta fyrir hópi sem að hefur kannski enga innsýn í raunverulega baráttu og bara innsýn í eitthvað allt annað. Þannig að ég aftur, ef að viðskiptafræðideild Háskóla Íslands vill heyra hvernig Efling hefur gert hlutina þá hljóta einhverjir fleiri að vilja það, þið augljóslega, en ég býð sem sagt hér fram krafta mína ef þið viljið fá svona ítarlegri fyrirlestur. Við í Eflingu höfum auðvitað þurft að takast á við mjög svona fjölbreytt mál og vandamál og ýmislegt sem að auðvitað við svo sem áttuðum okkur á að yrði mikil áskorun eins og sagt og annað sem að við sáum alls ekki fyrir að gæti orðið áskoranir fyrir okkur. Við höfum auðvitað gert fjölmörg mistök eins og margir svo sem vita og mörg þeirra hefur nú verið fjallað ítarlega í hinum ýmsu fjölmiðlum en við höfum líka lært af reynslunni mjög marga dýrmæta hluti og eftir því sem við höldum áfram í því sem við erum að gera þeim mun meira auðvitað lærum við. Það var mikið gæfuskref fyrir okkur sem höfum verið í því að skipuleggja starf Eflingar á félagslegum nótum til þess að geta náð árangri með félagsfólki í þeirri mikilvægu baráttu sem að félagsfólk Eflingar stendur í og sem að Gunnar Smári var hér raunverulega að fara yfir hvað mætir Eflingar fólki á hverjum einasta degi og hvað þau eru að takast á við. Það var mikið gæfuskref að kynnast bandarískri konu sem heitir Jane McAlevey sem ég hef reyndar aldrei hitt hana í persónu, kannski verði einhvern tímann svo heppin að fá að gera það. Hún skipuleggjandi bandarískur og hefur það sínu aðal starfi fyrir utan það að skrifa bækur það sem hún hefur gert með sínum félögum að skipuleggja svona verkalýðsfélaga campaigns sem að fólk þarf að fara í til þess að fara svo í sína stóru baráttu kjarasamningsviðræður og svo eyðilega þetta verkfall. Og hún hefur á sínum langa ferli komist að ýmsum hlutum og hefur einstakt lag á því að miðla sínum reynslum áfram og við höfum bæði lesið bækur eftir hana og horft á viðtöl við hana, hlusta á viðtöl við hana en svo ákváðum við að stíga það skref með hluta af samninganefndinni okkar síðasta vetur þeim félögum sem sannarlega höfðu verið mjög virkir að fara á námskeið með henni það hvernig best væri að skipuleggja sig og hvernig best væri að ná árangri. Þar talaði hún en svo var líka talað við fólk sem hafiði farið í gegnum mjög stóra og mjög alvarlega verkalýðsbaráttu slagi í Bandaríkjunum en líka í Þýskalandi og víðar og hafiði unnið sigur. Þetta var raunverulega hvernig getið þið unnið. Vegna þess að Jane McAlevey hún segir að það fyrsta sem hún hugsar á morgnana þegar hún vaknar hvernig ætla ég að vinna. Hún hefur engan áhuga á öðru heldur en að finna leiðir til þess að vinnuaflið verka á láglaunafólk geti raunverulega unnið sigra. Hún hefur ekki aðeins reyndar svo að það komið fram starfa með verka á láglaunafólki heldur hefur hún liðsinnt og unnið með öðrum en eins og þið kannski viti þá náttúrulega staðan í Bandaríkjunum þannig og færist hratt yfir hér að fólk sem starfar innan þessarar umönnunarkerfa, kennarar, hjúkrunarfólk og svo framvegis auðvitað komið á mjög erfiða staði. Þannig að ég ætla hér bara að leyfa mér að tala verka á láglaunafólk þó að hún hafi sannarlega unnið með öðrum hópum. Eitt mjög áhugavert sem að hún segir í sínum boðskap og sem að ég hef velt mikið fyrir mér, sérstaklega eftir að hafa farið nokkra hringi inn í svona hakkavél verkalýðshreyfingarinnar, hakkavél Alþýðusambandsins,
Hennar boðskapur vertu leiðtogi, ekki vera stöðuhaldari, ekki vera að sækjast eftir því sem við getum kannski kallað vegtillur, ekki sækjast eftir því að vera að láta plassera þér á hinum og þessum stöðum í einhverjum stjórnum hér og þar. Ef þú telur þig einhvern veginn þess megnuga og ef að fólk hefur valið þig til þess að gegna miklu ábyrgðarhlutverki eins og það að vera formaður í stóru félagi, taktu þá það leiðtogahlutverk mjög alvarlega og einbeittu þér að því. Það það sem þú átt að vera að gera og þú átt ekki, og ég 100% sammála þessu. Þetta eiginlega bara grundvöllur að því held ég að geta verið fær leiðtogi í svona baráttu, ekki líta á það sem þú ert að gera sem svona persónulega vegtilluferð. Þetta snýst ekkert þig persónulega, jafnvel þó að auðvitað fólk þurfi ofta að færa ýmsar persónulegar fórnir og þurfi að leggja mikið á sig, og snýst þetta ekki þig persónulega. Það skiptir engu andskotans máli hvort að þú endar í x mörgum stjórnum eða hvort að þú getur dinglað einhverju flottu CV þegar þú labbar þarna út. Þú átt einmitt ekkert að geta dinglað sérstaklega flottu CV, þú átt aftur á móti að geta hort upplitsstjörfi í augun og félögum þínum og það á að vera umbunnin. Og ég, númer 1, reyni að lifa eftir þessu, og númer 2 trúi því að þegar að þetta verður svona yfirlýsta viðhorf inn í verkalýðshreyfingunni og víðar, þá séum við að byrja að komast á betri stað. Það ýmislegt fleira sem hún segir. Hún segir að hlutirnir eigi að vera skemmtilegir, og það þýðir ekki að við eigum einhvern veginn endalaust að vera að hittast og segja brandara. Það ekki þannig, heldur að það eigi svona að vera líf. Það eigi að vera líf og fjör, vegna þess að þá skapar auðvitað ástand þar sem að fólk vill koma og vera saman. Og við höfum núna sérstaklega í vetur, við náðum miklum árangri í þessu þegar við vorum í baráttunni við Reykjavíkurborg árið 2020, en sérstaklega í vetur þá höfum við náð einhvern veginn að mínu viti að komast mjög langt þarna. Við erum að ná að gera það sem að þarf að gerast, að fólk byrjað að upplifa félagið sitt sem vettvang, svona félagslegan vettvang. Ekki þannig að þú mætir mögulega á einn fund hér og annan fund þarna, en myndir ekki þessi svona tengsl sem þú þarft að mynda, heldur sívaxandi hópur, byrjaður að mynda þessi raunverulegu tengsl. Þetta mitt félag, ég velkomin, það vel tekið á móti mér, já, ég læri hluti og fróðleik miðlað til mín, mikilvægum fróðleik það sem að við þurfum öll að vita, en jafnframt ég að mynda félagsleg tengsl við fólk. Og ég var til dæmis mjög stolt og ánægð þegar að í kjölfar hótelverkfallanna við héldum stóran upplýsingafund fyrir okkar félaga sem að starfa á hótelunum, og þetta auðvitað fyrst og fremst aðflutt fólk, ég myndi segja yfir 90% aðflutt fólk alls staðar úr heiminum. Þegar þetta fólk mætir að funda bókstaflega sérðu bara alla veröldina fyrir framan þig, og á þennan fund kom risastór hópur af fólki og það var algjörlega magnað að sjá það. Og hvers vegna kom allt þetta fólk á þennan fund? Jú, það var auðvitað vegna þess að þau voru ánægð með þá baráttu sem við höfðum farið í, en svo var það líka vegna þess að innan samninganefndarinnar okkar var komið það sem að hún Jane McAlevey líka talar sem eru svona organic leaders, sem bara fólk sjálft sem að hefur einmitt ekki verið kosið í eitthvað embætti eða eitthvað svoleiðis, en bara komið með það mikinn áhuga á félagsstarfinu og sér það mikla möguleika á því að taka þátt, að það sjálft farið að mynda tengslin. Það sjálft farið að fara og tala við fólk sem kemur þá frá sama upprunalandi eða tala sama tungumál, og farið að breiða út skilaboðin það að fólk eigi að koma, það verði tekið vel á móti því og að það sé einhvers virði að gera það. Og þetta að mínu viti það, og nú ætlum ég bara að segja þetta, ég segi þetta hér við ykkur og ég ímynda mér þessu kannski einhverjir aðrir að hlusta, og þetta ekki til marks oflæti eða neitt slíkt, en þetta
að þetta sé að gerast núna hjá okkur og þetta sé ekki bara einn fundur heldur sé þetta gerast aftur og aftur held ég og trúi ég svona það merkilegasta sem að gerast núna í íslenskri verkalýðsbaráttu og það þetta sem þarf að gerast vegna þess að það engin leið fyrir félagins og eflingu risastórt félag verka- og láglaunafólk sem að glíma við alla þá hluti sem að Gunnar Smári fór hér yfir, risastór efnahagsleg, samfélagsleg og félagsleg vandamál sem að leggjast af síauknum þunga. Það engin leið fyrir okkur að ná árangri nema að þetta fólk upplifi að þeirra þáttaka sé svo mikilvæg að þau séu tilbúin til að koma aftur og aftur og þau séu tilbúin til að standa með forystunni og forystan þá auðvitað skuldbundin því að standa með þeim. Þetta auðvitað stórt og mikið verkefni og það auðvitað ekkert sjálfsagt að það haldi áfram að blómstra en ég upplifi núna að við séum komin á þann stað að við getum núna haldið þessari jurt sem við höfum aftur og aftur reynt að setja niður og aftur sérst að takast á við það að koma niðursveggir og skemmdarverka manneskju til að rífa hana upp, að við séum núna búin að ná að plantinni einhvern veginn nógu djúpt að ræturnar séu farnar að festast og það það sem þarf að gerast, ekki bara í Eflingu, heldur í öðrum almannasamtökum og það til dæmis það sem að ég sé þótt að það sé utanfrá og ég ætla ekki að segja hér, ég viti hvernig starfið innanfrá en með leigjendasamtökin að það manneskja eins og Guðmundur sem hefur kapasitet til þess að stíga fram vegna þess að ég held að það sé öllum ljóst að það þarf auðvitað einhver að stíga fram og tala og gera en að það sé hægt að byggja svo utanum það þannig að fleiri og fleiri taki þátt og þannig að þetta sem að Jane kallar organic leaders fari svo sjálfur að koma og taka þátt og það auðvitað það sem að þið líka að gera hér og auðvitað glæsilegasta dæmi slíka manneskju Sanna Magdalena sem ég veit ekki hvort þið munið eftir því en ég næst því felldi tár þegar ég sá það sigraði í einhverju könnunarkeppni sem að haldin var síðasta veturinn það hver væri vinsælasti borgarfulltrúinn. Það var auðvitað kannski ekkit eitthvað sem að henni sjálfri finnst merkilegt en mér í það minnsta fannst það stórmerkilegt að þarna væri okkar glæsilegi fulltrúi, yfirlýstu sósíalisti, manneskja sem að kemur úr þeim bakgrunni sem hún kemur sem hefur talað af svo mikilli fáun það hvernig það vera fátæk á Íslandi að hún væri þó komin með þennan status. Svo þarf auðvitað að translata hann inn í raunveruleg völd. Það svo önnur saga hvernig það mun ganga. Ég ætla líka að nefna þá kannski bara svona eitt í viðbót og svo ætla ég nú bara að fara að hætta að þegar við tökum á móti stórum hópi fólks með mjög mismunandi bakgrunn og mismunandi þekkingu og færni og getu þá skiptir það auðvitað bara mjög miklu máli að við minnum okkur sjálf á það að þegar við erum að miðla upplýsingum þá eigum við að gera það á svokölluðu mannamáli. Við eigum að fara á þann stað sem að við teljum að flestir muni skilja og tengja við það sem við erum að segja. Vinstrið hefur haft einstaka færni til þess að festa sig í þrasi hin ýmsu mál út frá hinum ýmsu smámuna sömu sjónarhornum á þeim tíma sem að við lifum, þar sem að eitrun nýfrjálshyggjunnar hefur framkvæmt þann hrylling sem að hún hefur sannarlega náð að framkvæma í okkar samfélagi og annars staðar, þá getum við ekki gert verka- og láglaunafólki það að fara að tapast onni í einhverjum kaninu eða rottuholum þrassins það hvað sé rétt og hvað sé rangt. Við þurfum að koma okkur saman stóru línurnar. Hvað eru stóru línurnar? Stóru línurnar eru það að venjulegt fólk, almenningur, alþýðufólk, eignalaust fólk á einfaldlega heimtingu á því að geta séð fyrir sér og börnunum sínum, að fólk á heimtingu á því að hafa aðgang á góðu húsnæði á viðráðanlegu verði, þá heimtingu á því að geta farið í frí með börnunum sínum, þá heimtingu á því að geta leitað sér læknisþjónustu, farið í nám eða börnin þeirra farið í nám, þá einfaldlega heimtingu á þessu. Þetta ekki eitthvað sem við eigum að
þurfa einu svona að ræða og til þess að við komum á þennan stað vegna þess að við skulum ekki ímynda okkur að það sé auðvelt að breyta hlutunum. Ég hef eytt núna hálfum áratugi þegar að reyna að breyta einu félagi og það hefur svo sannarlega ekki verið auðvelt. Þannig að við skulum ekki ímynda okkur að neitt af því sem við þurfum að gera verði auðvelt. Þetta verður mjög flókið og erfitt og til þess að ná árangri þá þurfum við að presentera okkur sem opin, lýðræðisleg, viljug til þess að taka á móti öllum. Það ekki þannig að þú þurfir fyrst að fara í gegnum einhverja mælistiku það hversu frábær þú sért hér eða hversu dogmatíska sýn þú sért með á einhverjar lesningar. Nei, það ekki þannig. Við þurfum bara að standa saman í þessum einföldu hlutum sem að þó eru þau mikilvægustu og forðast það að fara leið libbana og kratana og þess fólks sem búið að ímynda sér að til þess að einhver manneskja sé þess verðug að það sé hægt að berjast fyrir henni þurfi hún að uppfylla henni ýmsu skilyrði einhvern hreinleika. Það bara ekki þannig, það kemur okkur bara ekki við og við saboterum möguleika verka- og láglaunafólks til þess að ná árangri ef að við sjálf ætlum að vera með einhverja útilokandi og dogmatíska sýn. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að standa í því sem þið standið í og nenna þessu. Það náttúrulega bara fyrsta skrefið bara að segja ok, ég ætla bara að nenna þessu og jafnvel þegar nenni þessu ekki ætla ég samt að halda því áfram og jafnvel þegar fólk við erum kölluð öllum þeim skelfilegustu nöfnum sem hægt ímynda sér hægt sé að kalla nokkra manneskju ásöku glæpi gegn mannkyni næstum því aðra hvora viku að hætta samt ekki. Já, það ágætt þegar maður bara búin að horfast í augu þá að viðurkenna það. Þá það ekkert svo mikið mál. Þannig að gangi ykkur ótrúlega vel. Ég alltaf tilbúin til að koma og ef þið viljið að ég koma að halda svona fyrirlestur með glærum þá ég tilbúin til að gera það. Takk fyrir. Og þakka þér Sólveig Anna fyrir þína baráttu. Þetta svona fundur þess að fólk kemur upp í pontu og tjáir sig. Þannig að þið getið beðið orðið. Guðmundur Hrafn var að beðið orðið, svo svona náiði samband við mig svona vinkið eitthvað. Varst það að beðið orðið? Nei, vinkið svona og ég deili út orðinu eftir því sem En þetta ekki svona það sem míkrafón undir sal og þeir að spurja þá sem hafa komið upp í pontu. Þetta koma bara allir og halda sína tölu. Guðmundur Hrafn. Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér að koma inn að ræða við ykkur. Ég get tekið undir öll orð hennar Sólveigar Önnu hversu mikilvægt það að svona vera með breiða skírskotun og vera búin til þess að taka samtalið hvar sem vegna þess að við svona komumst ekkert áleiðis held ég í okkar hagsmunabaráttu ef að við ætlum sífellt að fara fram kannski með einhverju svona orðræðu sem kannski niðurlægjandi gagnvart andstæðingnum og þess háttar. Við þurfum náttúrulega að vera trú og sönn okkar baráttumálum en svona ég held að við þurfum að vera alltaf svona í þeirri stöðu að fólk treysti okkur til þess að eiga samtali við sig. Ég svona aðeins orðið var við það upp á síðkastið að stjórnmálamenn og hagsmunaaðilar svona hafa eitthvað varan á sér gagnvart samtökum leigjenda vegna kannski stífra orðræðu en það var hins vegar mjög mikilvægt að vera með og ennþá mikilvægt að vera með svona stífa og róttæka orðræðu til þess að flytja til umræðuna sem mjög mikilvægt en á sama tíma þá þetta mikilvægt að vera búin í samtalið. Það mjög mikilvægt að efla samstöðu þeirra sem að svona að berjast fyrir félagslegu réttlæti og vilja framgang þess. Að mínu mati hefur líka verið mjög mikilvægt að fræða bæði neytendur, fræða hagsmunaaðila, draga fram staðreyndir, setja það fram í svona sögulegu ljósi vegna þess að það er borið mikið á því
í mínum samtölum við bæði stjórnmálamenn og hagsmunaaðila að það samhengið sem að fólk horfir gjarnan í jafnvel bara síðustu misseri eða jafnvel bara misseri sem að samtalið á sér stað. Og það mikilvægt að kíkja eins aftur í tíman og sjá hvernig yfirstandandi þróun hvernig hún byrjar og hvernig hún hefur vaxið. Þannig að það mjög mikilvægt. Og það að þessu leyti þá höfum við verið svolítið upptekin af því að draga fram staðreyndir, samtök leigjenda, að draga fram staðreyndir leigumarkaðinn vegna þess að það hefur verið borið svolítið mikið á því að það upplýsingaóreiða húsnæðismarkaðinn almennt og stjórnvöld hafa beinlínis bara staðið fyrir upplýsingaóreiðu og jafnvel stofnanir hjá ríkinu sem að hafa verið að svona greina og setja fram gögn leigumarkaðinn til dæmis hafa reynlega bara komið fram með tölur og staðhæfingar sem að stangast á við þeirra eigin mælingar. Þannig að það mikilvægt að halda frammi bara staðreinda upplýsingu og fræða bæði samfélagið allt og ekki síst þá sem að fara fyrir málaflokknum. Þannig að það hefur verið svona hornsteinninn í okkar vinnu undanfarið. Það að fræða, alveg svo Efling gerir svo meistarlega vel, það að draga fram staðreindir mála og sýna hefur raunverulega samhengi, bæði í tíma og rúmi og það mjög mikilvægt. Nú, samtök leigjenda eru sjálfboðaliða samtök, þannig að öll þessi vinna sem hefur farið fram undanfarið hefur bara verið á þeim forsendum og við höfum reynt að gera okkar besta. Þessi betur verið þá haft aðgang að góðu fólki sem hefur hjálpað okkur og nefni hér dæmi bara verkalýðshreyfinguna, vorstjórnuna, sósíalistaflokkinn sem hafa verið bakhjarlar leigjendasamtakanna og gefið þeim þennan vettvang sem svo mikilvægur vegna þess að þetta snýst hagsmuni og kannski stærstu hagsmuni 40-45.000 heimila á Íslandi. Þetta gríðarlega stór hópur sem býr við mjög íþyngjandi húsnæðisbyrði og húsnæðisbyrði leigjenda stærsti orsakavaldur í fátækt þeirra. Samkvæmt skýrslu velferðarvaktarinnar til dæmis að þá fátækt hjá leigjendum þá vex hún vex næst yfir 6-falt þegar það tekið mið af húsnæðiskostnaði. Þannig að þetta ekki svo, þó þetta sé launatengt eða tekjutengt fátækt, þá hún að stærstum hluta til tengt kostnaði og þetta mikill munur á hvernig húsnæðiskostnaður veldur fátækt hjá leigjendum og þeir sem að eiga. Húsnæðiskostnaður hjá eigendum sem hlutfall af fátækt þeirra vex úr 6-8% eitthvað álíka en með leigjenda úr 9 í tæp 40%. Þannig að þetta útgjaldatengt fátækt og þetta mikilvægt að halda fram og það svona staðreyndir sem við verðum að halda stöð frammi og svo fyrst okkur mikilvægt að efla sjálfsmynd og samtakamátt og ég tek undir með Sólveigu að þetta þarf að vera svolítið jákvætt, þetta þarf að vera andrúmsloftið þegar að má ekki vera svona andrúmslofts hins sigraða. Við þurfum að efla von og samtakamátt og veita fólki innblástur og tilfinningu fyrir því að saman þá getum við breytt þessu vegna þess að þetta allt í höndum okkar. Þetta einfaldlega þannig að í tilviki leigjenda þá geta leigjendur breytt þessu sjálfur. Þeir eru nógu margir og eru nógu mikil stærð í samfélaginu að við getum haft þessi áhrif. Og það löngu orðið ljóst að stjórnvöld hafa stimplað sig út og eru fullkomlega svona ábyrgðarlaus aðili í húsnæðismálum og þeim nótunum og þess vegna þá höfum við ákveðið að stofna byggingafélag eða byggingasamvinnufélag leigjenda sem heitir Pálmholt sem skipt í höfuð á Jóni frá Pálmholti sem var formaður leigjendasamtakanna í áratugaskeið
og barðist ötullega fyrir hagsmunum og velferð leigjenda og okkur þykir mjög mikilvægt að sýna honum heiður með því að nefna þetta félag í höfuðu honum og þetta félag hefur fengið skráningu en hefur ekki haldið stofnfund og við ætlum í dag að bjóða fólki að gera stofnfélagar í félaginu. Þetta félag mun stuðla að því að byggja upp óhagnaðardrifið leiguhúsnæði. Ég ímynda mér að fyrsta kasti verði þetta svona meira og minna á suðvesturhorninu en þetta ekki bundið við það heldur bara allt land. Og þetta félag á alveg að geta starfað eins og önnur byggingafélög eða leigufélög sem eru starfrækt. Mörg þeirra hafa hlutafé upp á eingöngu 500.000 en eru þó að byggja íbúðir og kaupa byggingarétti fyrir marga milljarða. Þannig að við erum fullvissum að það rekstrargrundvöllur fyrir þessu. Nú hugmyndin með félaginu svo að þetta félag sem heldur utan þróun á samvinnufélögum, samvinnufélagsverkefnum, sjálfseignarstofnunum sem munu sjá að byggja fjölbýlishús sem hafa þá skilgreiningu að húsaleiga verði eingöngu ákveðið hlutfall af byggingakostnaði og rekstrarkostnaði og engu öðru eins og gert víða í Skandinavíu. Í Danmörku þetta stærsti hluti til dæmis af leigumarkaðnum, það eru samvinnufélög sem halda utan byggingu á fjölbýlishúsum og þetta ætlun okkar að stuðla þessu og það kom berlega í ljós í erindunum áðan að það hefur verið róið að því öllum árum undanfarin áratug að reyna að koma í veg fyrir að almenningur geti veitt sér þessa sjálfbörg. En við munum finna leiðir til þess og við vitum það eru leiðir til þess og það okkar ætlunum með þessu framlagi að stuðla að því að þetta kerfi verði endurvakið, að almenningur taki sér saman og byggi sínar eigin íbúðir. Þetta var gert í áratugaskeið. Ég talaði í morgun við Jón Rúnar sem mannafróðastur þessi mál og hann sagði mér að þessar íbúðir sem hefur verið byggðar í þessu kerfi eða í þessu á þennan hátt, þær séu fleiri heldur en íbúðir sem voru byggðar innan verkamannabústaðakerfisins. Þannig að þetta og hefur alltaf verið stór hluti af uppbyggingu húsnæðis á Íslandi þetta fyrirkomulag en hefur ekki verið undanfarin 30 ára eða svo og það rétt sem var sagt áðan að þessar breytingar á löggjöfinni bæði kannski einna helst 2016 af hendi Eygló Harðardóttur þáverandi ráðherra þær breytingar miðuðu eingöngu því að styrkja stöðu þeirra samvinnufélaga sem voru fyrir hendi og gerði ekki ráð fyrir því að vera hægt að stofna ný svona félög og reka þau eins og kom berlega í ljós. En það voru fréttaflutningur á þeim tíma eftir þessar breytingar eingöngu viðbrögð búsetta og búmanna og jákvæð viðbrögð við því að það væri búið að styrkja rekstrargrundvöll þeirra félaga sem voru fyrir. Það mikilvægt að halda bara áfram. Dropinn holar steininn, við vitum að áin hún nær alltaf til sjávar, það alveg sama hvað hindranir verða fyrir, hvort hún þarf að safnast upp í stöðuvötn eða fara fram hjá steinum og holtum. Áin hún nær til sjávar, við vitum það, þess vegna er mikilvægt að halda áfram, halda líf í glæðanum, við vitum aldrei hvenær andvarinn kemur og eldurinn blossar upp, þess vegna er svo mikilvægt þrátt fyrir að maður kannski hafi ekki tilfinningu fyrir því að hlutirnir séu með eitthvað framgang, að það er bara að halda alltaf áfram og vera ekki að hlusta úrtölur eða svo og að forsendum að mann séu á forsendurnar séu viðbrögð umhverfisins heldur bara trúin á að þetta tekst og það svona það sem hefur verið svona minn hvati að það bara þessi vitneskja að ég veit þetta tekst. Þannig ég hef engar áhyggjur af þessu. Ég veit að leigjendur munu safna saman og ég veit að leigjendur hafa burði, kjark og afl í þetta. Þetta er bara hlutur sem ég veit. Leigjendur sem hafa búið við hörmuleg kjör í áratugi og hafa lifað það af að þetta er kannski bara það auðveldasta sem þeir gera. Þannig ég veit að þetta tekst. Þannig að ég hef
litlar áhyggjur af þessu og en aðalatriðið bara að halda alltaf áfram og vera ekki með læti, vera ekki að taka slægi og eyða orku í einhverja svona óþarfa slægi og rifrildi, vera til samtals hvar sem Ég hef farið á fund hjá Viðskiptaráði og samtökum atvinnulífsins bara til þess að hlusta á viðhorf þessa fólks vegna þess að ég vill einlægt skilja viðhorf þeirra sem halda samfélagið eða jafnvel vilja að samfélagið þróast með þessum hætti eins og að þróast undanfarna áratugi. En eins og segi þá held ég sé líka mikilvægt að efla samstarf þvert á almannasamtök bæði meðal verkalýðshreyfingarinnar og önnur samtök sem að berjast fyrir félagslegu réttlæti. Ég held að það sé mjög mikilvægt og það kannski skortir aðeins upp á það að það við vanta vettvang til þess að efla þetta samstarf en Sósíalistaflokkurinn hefur einmitt verið að búa til þennan vettvang sem að gríðarlega mikilvægt og tekið þessa ábyrgð og tekið þetta hlutverk sem að hefur klárlega vantað hérna. Þetta mikið meira til dæmis á hinum Norðurlöndunum. Það séð til þess að það sé vettvangur fyrir almannasamtök til þess að efla samstarf þvert á félögin. En svo segi þá svona mikilvægt í okkar röðum það að búa til svona þessa tilfinningu fyrir samfélagi að fólk tilheyrir samfélagi leigjenda, efli sjálfsmynd sína og þar leiðandi svona samtakamátt, getu og þor til þess að taka málin bara í sína eigin hendur og það kannski skilaboðin, þetta bara í okkar höndum. Ég held að þetta sé svona skilaboðin, þetta bara í okkar höndum og það deginum ljósara að okkar markmið í öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur að þau munu nást. Takk fyrir mig. Takk Guðmundur og takk fyrir þína baráttu. Það dropinn holar náttúrulega steinin en hann klífur hann líka og brýtur hann niður. Ég hef gert svona fóstbræðra samning við bæði kalla og konur sem hérna inni að við munum sigra í okkar tíma. Við ætlum að lifa sigurinn. Þannig að við ætlum ekki bara að ná einhverjum örlitlu bata, þetta ætlum að sigra áður við deyjum. Og ég orðið mjög gamall og ég þreyttur og ég boginn, þannig ég á ekki langt eftir, þannig að stutt í sigurinn. Það eru nokkuð búin að biðja orðið og ég bendi núna á ykkur svo þið vitið að svona cirka hverju í röðinni, það hér og það hér og það þar og það þar og svo bendi ykkur á að þið getið beðið orðið, ég fylgist með sæmilega. Katrín Kjörsvöld. Já, komið sæl, Katrín heiti ég. Og ég tek undir þetta með efling að maður skiptir máli að taka þátt og efla sig og að marinerast ekki í því að einhver gagnrýni mann. Það bara þannig, að taka þátt í róttækri baráttu, það koma alltaf hákallarnir og reyna að rakka mann niður, það bara segir sig sjálft. En ekki taka það persónulega, heldur bara halda áfram og búast við því en marinerast ekki í þessu neikvæða, horfa á það jákvæða vegna þess að yfirleitt fær maður alveg fullt af jákvæðum strókum. Það skiptir máli. Og einmitt segja það geta allir tekið þátt. Það allir merkilegir. Það allir jafn merkilegir í sósíalískri baráttu. Og menn þurfa ekki að hafa fengið 10 á prófum, menn hafa getað, það þarf enginn að vera einhver menntaður eða eitthvað. Við erum öll jafn merkileg, alveg sama og það alveg ótrúlegt hvað Íslendingar eru raun og veru hæfir til að taka þátt í svona starfi, félagslegu starfi og það æðislegt. En það líka mikilvægt að hlusta á salinn og ég hérna núna með 430 manns hérna bakvið mig núna, stór salur og það skiptir máli að hlusta á fólk. Við erum fátækur flokkur en við erum með ótrúlega margar lausnir. Og hvernig náum við til fólks á þess að eiga krónu? Jú, okkur datt í huga að vera með lýðræðiskönnu. Og ég lofaði því að það yrði bara sem sagt kynnt. Það var ég ætla að segja ykkur það var kynningin var ítarleg kynning á aðalfundinum í morgun. Núna ætla ég bara rétt að segja það helsta og sem álíka svo vel við á þessum baráttufundi því að það kemur í ljós
að 77% félagsmanna í Sósíalistaflokki Íslands telja að húsnæðismál séu aðalmálin í dag og þurfi að berjast fyrir í starfinu framöndan. Þannig að þetta allt í samræmi. Það verið að hlusta á vilja fólksins í flokknum þegar í starfinu okkar. Þetta opinn fundur en þessar niðurstöður eru ekkert leyndarmál. Þannig að þetta mjög mikilvægt og skiptir máli og sýnir að við erum á réttri braut, við erum að beina kröftunum eins og við höfum gert til dæmis í húsnæðismálin. Og við höfum líka verið að beina okkar kröftum í vinnumarkas- og launamál og það kemur líka fram, og hér Sólveig Anna, að það kemur líka fram að vinnumarkas- og launamál í topp 4 sætum þessara könnunar sem lögð var fyrir alla félagsmenn og hún mjög vel marktæk því það voru það margir sem tóku þátt. Heilbrigðismálin eru líka þarna, þau eru í öðru sæti og svo kemur mál sem brennur mjög mikið á sósíalistum og það eru kvóta- og sjávarútvegsmálin, þau voru í 3. sæti því að sósíalistar gera sig grein fyrir því sem aðrir flokkar eru ekki að nógu mikið að berjast fyrir, þar að segja, það ekki bara kvóta- og sjávarútvegsmálin séu réttlætismál, heldur getur innkoman af arðinum af sjávarútvegsauðlindinni, hún getur í raun og veru byggt upp það velferðarkerfi sem við almenningur og viljum og kemur fram líka í almennum könnunum meðal Íslendinga. Þannig að við sósíalistar, við erum alltaf að svara líka ákalli almennings í landinu og þar af leiðandi erum við með mjög skynsamlega lausnir. Það er ekki nóg að segja við þurfum þetta og þurfum hitt, við þurfum að finna leiðir til að fjármagna. Þannig að í toppmálin hér eru sem sagt húsnæðismálin, heilbrigðismálin, kvótamálin og vinnumarkas- og launamálin. Þetta eru helstu niðurstaðar og við skoðum líka kjördæmin og við skoðum kynin og allstaðar eru húsnæðismálin og þessi mál í 1. sæti nema undantekningin Norrland vestra þar sem kvótamálin voru í 1. sæti. Þetta eru helstu niðurstöðurnar, ég hvet alla til að taka þátt í þessu og talandi það, þetta er rosalega skemmtilegt að taka þátt í þessu og maður þarf ekkert að vera sérstaklega klárað eða neitt, maður bara kemur og tekur þátt, þetta er gaman, þetta er valdeflandi, þetta er félagslega styrkjandi og líka sem svo æðislegt að láta gott af sér leiða. Það gefur manni svo mikið, líka hugsa, ef maður ekki bara hugsa sjálfan sig og ekki bara hugsa aðra, heldur líka sjálfan sig. Þannig að ég takk fyrir mig. Takk Katrín fyrir þitt framlag og þína baráttu. Það eiginlega svolítið fundarefni sem hvað ætlum við að gera í þessu? Ég hvet ykkur til þess að hafa það í huga. Að hvort við getum fengið eitthvað svona hugmynd út úr þessu fundi hvað ber að gera eins og maðurinn orðaði það. En það eru nokkrir á mælendaskrá, ég ætla að benda á það eins og áðan svo að þið vitið svona hvar í röðinu þið eru. Það er Júlíus, gjörðu svo vel, þú ert næstur. Síðan er það Óliver, síðan er það Karl, síðan er það Guðmundur og síðan er það Guðrúður. Gjörðu svo vel, Júlíus. Og eins og heyrir þá lengist aðeins mælendaskrán og þá styttist tími hvers og eins. Það er jöfnur. Jafnt skipt. Komið sæl. Það er gaman að vera með ykkur hérna og bara þetta það er raunverulega það sem ég hef fundið eftir að ég fór að taka þátt í starfseminni að þetta manni leið vel, mann hefur liðið vel alltaf og frá fyrsta eða fljótlega að þá gerðum við húmanistar því ég talsmaður húmanistaflokksins
við lýstum því opinberlega yfir að við sem sagt styddum alveg allshugar sósíalistaflokkinn og út af því hversu hann væri lýðræðislegur og líka við öfundum hann af einu hvernig hann hafði farið fram úr okkur sko að því að hann hafði búið til efnahagstillögur sem héti kærleikshagkerfið sko. Djöfullinn maður. Akkur var við ekki búin að gera þetta. Og þannig að þetta er svona kemistrían er flott sko. En ég ætla að segja aðeins í sambandi við ekki sko meira ekki kannski hvað við höfum að gera svo mikið nema almennt en meira svona hvernig höfum að gera þetta. Af því að ég er svo sammálenni Sólveigu áðan að það þarf ekki bara að vera gaman, ekki bara líða vel, það þarf að vera fjör. Og ég tala við reynslu vegna þess að þegar við vorum að byrja hérna með samhið á þeim tíma, það er semst húmoristafhreyfingin, hún birtist hér fyrir tilstilli Péturs Guðjónssonar sem að hafði verið farið til Suður-Ameríku og kynnst þessari hreyfingu og hún er húmoristafhreyfing og hún sem sagt byrjaði hérna undir nafni Samhygðar og það er þýðing á enska nafninu community, þannig að raunverulega hefði það átt að kalla þetta samfélagið og community er því það við vorum bara kommunistar sko. Og en allavega að við vorum ekki alltaf með bara 33 atkvæði í kosningum sko. Heldur vorum við mikið fjör í byrjun og við vorum það vorum 400-500 manns, mikið ungt fólk og mikið fjör og sem dæmi við vorum með undirskriftasöfnum gegn atvinnuleysi og þá söfnuðum við 40.000 undirskriftum, bara sko maður og mann. Komum þetta niður í sjónvarp og þá var hann séra, hvað heitir hann? Emil Steinsson? Nei, Úlfur og Refur í sama manni. Hvað hét hann aftur? Nei, hann var útvarpsstjóri. Hvað var hann aftur? Fréttastjóri? Já, fréttastjóri. Allavega sagði við okkur þegar við komum til að afhenda þetta. Hann sagði hjá sjónvarpinu sko. Og þá sagði hann við birtum þetta ekki. Við birtum ekki svona hluti. Fólk eru engan áhuga á þessu. En ef þið farið hérna niður á Skúlagötuna og kýlið einhvern, komið það tilbaka, þá fáið þið frétt. Svona var þetta. Já. Og en þetta sem að taka, ef við tekum Sólveigu á orðinu, að þá var þarna á þessu tíma, yfir 4, 5, 6, 7, 8 ár, svo fór þetta að dala, það var sérstaklega þegar að stúpidálinn byrjuði 2000 sko, þá fórum við til Afríku að fara með hreyfingur að þangað og Indlands og svona. En allavega að á þessu tíma, við vorum alltaf ekki bara að vera í gaman, það var alltaf rosa fjör og við vorum að blúsa og bæði söngmaður blús og ég er nú svona músikansegi og spila hljóðfæri. Svo það þarf að vera fjör í þessu. Þetta þarf að vera gaman. Ef það hættir að vera gaman, af hverju ætti fólk að taka þátt? Af því að maður vill hafa skemmtilegt líf og maður vill ekki bara láta sér líða vel svona svífandi, maður vill vera í fjöru og gera góða hluti með góða fólki. Búinn. Var það ekki Emil Björnsson sem varst það? Nei. Emil Björnsson. Heyrðu, talandi fjör, þá verður ball hér í kvöld, sósíalistafall klukkan
19, en það minnkar ekki kröfunar á ræðumenn að vera mjög skemmtilegir og stutturður. Ólífur, þú ert næstur. Gjör svo vel. Góðan daginn, Ólafur heiti ég. Þetta fyrsti fundur minn innan flokksins. Ég tiltölulega nýlið innan, sem sagt, skráði mig bara fyrir 1 eða 2 mánuðum. Ég í raun ekki með neitt markvisst mál fyrir hendi, en það málefni sem ég vil, sem sagt, bera á. Og það raunverulega innan menntamála. Og það sem sagt, ég veit ekki hvort að margir varir við það, en háskólanemar fyrir í ár þurftu að standa fyrir því að vegna fjárskerðingu að berjast fyrir raunverulega því að Háskóli Íslands myndi fá fjármagn til þess að styðja undir háskólanema svo að þeir þurftu ekki að borga úr eigin vasa. Ég veit ekki alveg, þú veist, ég í raun bara komið með athygli á málefninu. Ég ekki háskólanemi sjálfur, en mér finnst það vera mjög skuggaleg þróun, sérstaklega maður horfir á ríki eins og Bandaríkin, þar sem að fjársvelting menntakerfisins, sérstaklega, þú veist, fyrir almenning, hefur orðið til þess að það raun, þú veist, það minnkar samheldni, sérstaklega innan svona framsækna stefna eða svoleiðis. Já, ég vildi bara, þú veist, að koma á framfæri að mér finnst þetta vera brýnt, sérstaklega með að við það að ef þetta leitt að grasserast, þá getur þetta leitt til mjög skuggalega þróunar, að sem sagt nám sé ekki, það ekki aðsókn í nám fyrir fólk úr lægri stéttum vegna bara ráðaleysis eða svoleiðis. Já, það eiginlega bara, þú veist, ég í raun var ekkert með mér. Kæra þakkir og ævinlega velkomin í flokkin. Þetta mikilvægt mál. Ég benti á það þarna í inngang með þessum stutta inngangi að það eru helmingi færri sem að taka námslán núna heldur fyrir 10 árum. Það sífellt verið að hækka gjöldin inn í skólan. Þannig að við erum á hraðleið frá svona jafnrétti til náms. Það bara þannig. Herðu, það Karl Héðinn næstur. Svo Guðmundur, svo Guðrún. Sælverið, takk fyrir góðan fund. Ég Karl Héðinn heiti ég, nýkjörinn forseti Róða ungra sósíalista og mér langaði bara að deila einni svona hugveki með ykkur sem eiginlega gagnrýni á kannski einstaklingshyggjuna í samfélaginu okkar. Þetta ákveðin leikjafræði að ef maður hugsar fólkið kannski á mínum aldri og hér bil og eldri sem eru í miklu harki að reyna að sjá fyrir sér og sínum, kannski reyna að eignast hús og þar fram undir götunum. Og maður ímyndar sér alla orkuna sem fer í það að harka og reyna að sjá fyrir sér. Og það töluverð orka náttúrulega sem það krefst. En ef menningin okkar væri aðeins betri hvað það varðar að eyða aðeins meiri orku í hagsmunasamtök og í baráttuleiðir innan sósíalistaflokks, innan annarra flokkar sem eru að berjast fyrir almannahag. Bara ef allir myndu taka 10% af sinni orku í það, að þá myndi það borga sig gífurlega fyrir alla í samfélaginu. Þannig að ég vona að við ættum að náum og skulum dreifa þessari hugmynd að það kannski ekkert sniðugt að vera að reyna að harka fyrir sjálfa þig. Það mun ekkert ganga endilega til lengdar. Við verðum að fara að byggja upp aðra leiðir og setja inn meiri orku þar sameiginlega. Og því fleiri sem að gera það, því meira fáum við út úr því. Og þess vegna mjög mikilvægt að við bæði höldum við baráttunni, vinnum sigra, því að sama hversu litli sigrarnir eru, að þeir byggja ofan á hvern annan og því fleiri sem að koma inn og skila ykkur af sér, ná öðrum sigrum, að það ýtir undir allt annað og á endanum verðum við bara komin á miklu, miklu betri stað. Takk. Þetta takk undir þetta. Það er hægt að slá á það að endurreisn leigjendasamtakanna. Áður en það gerðist að þá lágu leigubætur sem reyndar ekki það sem að leigjendasamtökin leggja helst kröfu á, að það lágu þau óverðbætt og niðri. Stjórnvöld sinntu því ekki að láta það fylgja verðlagi og hvað þá húsaleigu.
eftir að leigjendasamtökin voru endurreist þá hefur þrívegis verið hækkað þegar leigjendur fá rödd. Samanlagt hefur hækkunin numið 1,8 milljarði, þannig að stofnun leigjendasamtökunna hefur fært 1,8 milljarð til leigusala sem að reyndar fara bara með peningin og borga leigusalunum, en það er annað, þetta er til leigjenda. Þannig að þetta er bara svona lítið dæmi og kannski eigum við að taka dæmi það hversu ótrúlega mikilvæg almannabarátta er. Herðu, var ekki komið að Guðmundi, svo er það Guðröður, Geirdís. Fundarstjóri félagar, takk fyrir góðan dag. Ég klæddi mig í rauða peysu á tilefni dagsins og ég er mjög ánægður með það, enda þetta litu bjartsýninnar og baráttunnar. Ég ætla að tala það sem að flestir hafa verið að ýja að eitt versti glæpur nýfrjálshyggjunnar var að stela voninni, að stela framtíðinni. Stela bjartsýninni. Margaret Thatcher orðaði það þannig, there is no alternative. Það er engin annar möguleiki en nýfrjálshyggjan. Samfélag nýfrjálshyggjunnar er það eina sem er til og spurningin er bara það hvort við ætlum að setja aðeins fleiri krónur í heilbrigðiskerfið, aðeins fleiri krónur í menntakerfið og svo framvegis. There is no alternative. Og framtíðinu var stólið frá okkur. Framtíðinu sem að Nóbelsskáldi orðaði en að kvöld líkur vetri hvers vinnandi manns og á morgun skín maísól. Það er maísólinn hans. Þessari framtíð var stólið af okkur. Við festumst í ömurlegu samfélagi þar sem að uppgjafar að það væri ekkit, there is no alternative. Við erum að finna framtíðina aftur og þess vegna líður mér svo vel hérna í sósíalistaflokknum. Ég hef verið viðloðin pólitík í langan tíma en núna fyrst líður mér vel vegna þess að við erum búin að finna framtíðina. Við erum ekki búin að leysa framtíðina en við vitum að framtíðin er þarna og við ætlum að ná í hana. Hvar sem fólk er radlaust þá viljum við gefa því rödd. Hvar sem fólk er kúað, við viljum gefa því réttlæti. Og vegna þess að við ætlum og við munum byggja réttlátara þjóðfélag og spurningin það hvað ætlum við að gera, höldum áfram á sömu braut. Við erum að réttri braut. Við erum að byggja upp hreyfingu, ekki bara stjórnmálaflokk, hreyfingu fyrir framtíðina sem við ætlum okkur að ná í. Þetta er hressandi Guðmundur, hvet ykkur til þess að koma hingað upp og þetta er hluti af því að búa til þessa hamstöðu, að koma hingað og tjá sig og taka þátt. Ég bendi ykkur á að taka Oliver sér til fyrirmyndar sem er að koma inn á fyrsta fundi í Sólstafloknum og koma hingað upp og tala á þeim. Endilega komið upp og takið þátt. Það er Guðröður næstur, síðan er það Geirdís, Helga og Sara. Já, þetta er flottur frasi, það er komið nóg. Það er hægt að spinna hann áfram. Það er komið nóg á auðræði. Það er komið nóg að okur húsnæðislegu. Það er komið nóg að ég veit ekki, bara misrétti og ójöfnuði. En spurningin varðandi þennan fundur, hvernig berst fólk sem hefur ekki auðvald, hvernig getur það haft áhrif á samfélagið? Hvernig getur við gert það á milli kosninga? Og það er náttúrulega margar leiðir til þess, það er til dæmis að vera í félagasamtökum, almennu félagasamtökum eins og leigusamtökin og ég hef verið að vinna því að stofna með öðru góðu fólki félagsstrætófélaga og það er svona gengur, bara málið að gefast ekki upp, halda áfram og mér varst auðvitað mjög flottur að
að framtíðin var stólið frá okkur. Á morgun kemur Maísól í nánis. Og við megum ekki láta lamandi óttan við auðvaldið stjórn okkur. Við verðum að rísa upp og vera óhrædd við eitthvað svona þessi hugtök sem hefur verið beitt á okkur eins og atvinnubann og útskúfun og þvíumlíkt. Stöndum bara stolt og ekki beygð. Takk. Takk fyrir Guðrún, takk fyrir þitt framlag. Það er Geirdís, svo er það Helga, Sara, Kristbjörg. Já, komið sæl. Ég heiti Geirdís Anna Kristjánsdóttir og ég er búin að vera meðlimur í Sósíalistaflokknum, ég veit ekki hvað mörg ár. Ég flytt frá Akureyri hingað til Reykjavíkur 2018 og það er einhvern tímann eftir það sem ég fyrir að kynna mér starfið og kynna mér flokkinn og hann bara höfðaði rosalega mikið til mín og bara allt sem að hann stendur fyrir og ég er alveg sammála því sem að Karl sagði áðan, það þarf þorp og saman stöndum við sterkari. Núna til dæmis að þá ég bý í Hjólhýsabyggðinni í Laugardalnum og við stöndum frammi fyrir því að þá er okkur á svæðinu 15. maí. Þannig að við settumst niður á 5. og gerðum samning það að stofna félag sem er komið í vinnslu, þar sem ég er formaður sem heitir Samtök hjólabúa, sem og við ætlum að nota þetta félag til dæmis til þess að þrýsta á yfirvöld, alveg saman hvort að það eru borgaryfirvöld eða stjórnaryfirvöld, til þess að finna varanlega lausn fyrir okkur sem að kjósum óhefðbundið búsetuform og að taka þennan stimpil slömmarar af okkur. Vegna þess að við erum núna 12 tæki sem að búum þarna, við erum lítið og kósí samfélag, við erum vinir, við erum nágrannar, við höldum í hendina hvort öðru. Ég á þarna virkilega innilega vináttu. Þegar að mikið hefur gengið á hjá mér eða öðrum á svæðinu þá hefur getað hist og tala saman. Ég geta farið og halla höfði mínu að öðrum íbúum á svæðinu og fengið að gráta eins og ég myndi gera ef ég byggi blokk. Þannig að já, mér finnst einmitt þessi barátta sem að við öll stöndum fyrir, hún er svo mikilvæg og það að hafa fundið röddina mína og geta verið talsmaður fyrir aðra, að það er mér ómetanlegt. Vegna þess að það var í svo ofboðslega langan tíma sem að mér fannst ég ekki hafa rétt á því að hafa rödd. Og það er einmitt líka í þessum félagsskap sem að ég hef fundið það ennþá betur. Hvað ég hef mikinn rétt á því að eiga mína rödd og hafa mína skoðun og eiga rétt á að lifa því lífi sem að ég vil lifa. Takk. Takk Geirdís og til hamingju með félagið og til hamingju með röddina. Helga, gjörðu svo vel. Já, Helga heiti ég, komið sæl. Ég kom hér af því að, og ég er tilbúin að leggja málefni og er í Sósíalistaflokknum af því að ég hef gömul eins og Gunnar, við getum nú, ég veit ekki hvort okkar er eldra, en ég hef áhyggjur af framtíðinni og ekki síst nú í haust af þessum húsnæðismálum. Þannig að ég er með tillögu fyrir baráttu húsnæðismálaflokksins og byggingafélagið að við köllum það bárujárnsbyltinguna. En þessi húsnæðismál, ég var samferðar ungri stúlku frá Seljalandsfossi daginn, hún var 18-19 ára gömul og hún var
í námi og hún var í 2 og hún tók alla vinnu sem að henni bauðst af því hún var að safna sér fyrir íbúð. Og ég sagði við henni, en viltu ekki njóta þess að vera í námi og lifa lífinu? Nei, það var bara að kaupa íbúð, vinna og ég sagði, byrju, hvenær gengur hún á vegginn? Hvað verður nær hún því að verða 20? Þannig að þessi tilvera að hún hafði engan tíma til að vera til eða lifa, þannig að já, það fór hrollur hann. En eins og ég segi, ég býð mig fram í alla þá baráttu og við þurfum einmitt að reyna, ég einmitt hér til þess að ég vonum að koma einhverjar hugmyndur hvernig getum við mótmælt, hvað eigum við að gera. Þannig að já, ég vil leggja því máli lið. Takk. Takk Helga, takk fyrir þetta og það rétt sem hún segir að við ættum að velta fyrir ykkur hvað við eigum að gera. Það er náttúrulega komið fram hérna hjá Sólveigu Önnu og Guðmundi náttúrulega mikilvægið í baráttu inn í skipulögðum hópum og það var bara sagt frá félagi sem var stofnað í gær. Þannig það bæði það en síðan náttúrulega það sem eru kallað stjórnmál götunnar sem eru mótmæli sem við ættum kannski að velta fyrir okkur hvernig við látum raddir almennings hljóma. En næst það Sara og svo Kristbjörg og svo Halldór. Já, þetta svolítið hátt hérna, alls konar hljóð. Heyrist í mér? Já. Heyrðu, takk, já, bara gott að vera með ykkur hérna í dag. Ég heiti Sara og hef verið virk í hinum misvirka baráttu hópi sósíalískra femínista sem hefur þó svona plattform á Facebook og TikTok til dæmis. Ég vildi bara koma og minna á okkur hérna baráttuhópinn í samhengi þessara hreyfingar. Mér langar bara að þakka einmitt þér Sólveig Anna, bæði fyrir þína baráttu og ég er mjög spennt fyrir Glærusjói og að læra meira svona organizing, the Ebling method. Það er mjög mikilvægt fyrir hreyfingu held ég eins og Sósíalistaflokkinn, eins og allar aðrar hreyfingar sem spretta upp úr þessu karllega landslagi sem að samfélög eru. Það er bara einn punktur í því ef þið hugsið alveg lengst aftur í söguna, að þá er öll samfélagsgerð mjög karllæg. Við erum bara alltaf að keyra á 50% brainpower ef ekki meira. Og þú veist, allt lagakerfið, allt svona félagslega kerfið, dómskerfið, þetta er allt hannað og skrifað út frá hagsmunum fjárhagslega sjálfstæðra karla. Sósíalistaflokkurinn sem slíkur og sú hreyfing sem við erum að byggja, hún er ekkert undanskilin því og það er mjög mikilvægt þess vegna og gott að við getum rekið baráttuhóp sósíalískra femínista vegna þess að efnahagslegt sjálfstæði kvenna verður alltaf frumforsenda þess að konur og aðrir minnihlutahópar geti notið bara frelsis yfir höfuð í samfélaginu. Þannig að takk bara fyrir góðan fund í dag. Og takk fyrir. Tekum undir það hvet ykkur til þess að taka þátt í starfi sósíalískra femínista. Kristbjörg næst, svo Halldór held ég. Komið sæl, ég heiti Kristbjörg og ég er nýbúin að láta á störfum sem forseti Róða og mér langaði bara aðalega að tala tvennt hérna við ykkur og það er annars vegar ábyrgð og hins vegar bara ástríða. Þetta eru mín uppáhaldsorð núna síðustu daga vegna þess að við öll höfum hérna ákveðna ábyrgð, samfélagslega ábyrgð. Við höfum öll orðið fyrir ójafnrétti, einhverjum erfiðum sem hafa áhrif á okkar líf, áföllum. Hver er okkar ábyrgð með þessa þekkingu og þessa reynslu? Jú, það er að koma henni fram, að vera þar til staðar fyrir fólk sem hefur lent í svipuðum erfiðleikum. Það að geta haft þessa mikilvæga reynslu og koma henni út, það finnst mér vera rosalega mikið innan sósíalistaflokksins af því við öll höfum lent í einhverju ójafnrétti.
Ójafnrétti víða á Íslandi. Það bara rasismi, kynþáttafordómar, kvenfyrirlitning og allt þetta. Og mér finnst svo mikilvægt að standa hérna með ykkur í dag þar sem við erum einmitt að berjast fyrir ójafnrétti í samfélaginu. Og svo langaði mig að nefna eins Ástríu. Ástríðan sem við höfum hér, hún svo sterk og ég finn það í hvert skipti sem ég mæti hingað eða mæti upp í Búahlöð hvað mikil ástríða til þess að vinna að jafnrétti, vinna góðu kerfin á Íslandi, því við eigum öll skilið það og það svo allt mikið af fólki sem að glíma við erfiðleika daglega og þess vegna vil ég að þið hafið alltaf í huga fyrir hverja við erum að berjast fyrir. Það fólk sem minna mega sín, fólk sem á erfitt og við þurfum, eins og Sólveig segir, við þurfum bara að vakna alla daga og hugsa hvernig erum við að fara að hjálpa í dag, hvernig ætlum við að tala fyrir í dag. Svo já, ég vildi bara koma þess að þessu, því þetta svo mikilvægt starf og ég sé hvernig þessi hreyfing hefur hjálpað fólki af ýmsum stöðum og stéttum. Þannig bara haldið áfram þessari baráttu. Takk. Það áin 2, ábyrgð og ástríða. Halldór, þú næstur, og svo það Þórdís. Ég að velta einu fyrir mér, viljið þið að þessi fundur álykti eða eitthvað? Á maður reyna að ná saman svona í einhverja ályktun, þar sem að mann hefur heyrst vera sagt hér. Já, ég ætla að pröfa það. Ég renni yfir hana fyrir ykkur. Gjörðu svo vel, Halldór, afsakið. Góðan daginn. Takk fyrir að mæta. Ég ætla að vera með 3 atriði, 3 spurningar til ykkar. Fyrst ætla ég að spyrja, leigusamningar hafa verið vísitölutryggðir. En hvernig með eignir sem hafa þegar verið borgaðar upp? Að eigendur sé að vísitölutryggja leigusamninga þegar eignir þegar borgaðar upp. Önnur spurningin samfélagið byggt upp á 280.000 manns, ekki 3 milljónum ferðamanna. Bæði varðandi heilbrigðiskerfið, löggæslu og margt annað. Það þarf náttúrulega að bæta í þar og það náttúrulega að vera segja upp langtíma samningu núna við fólk í Íslendinga til þess að leigja út á Airbnb fyrir ferðamannin. Skammtíma gróði. Og þriðja, ég ætla nú bara að hafa þetta stutt, þriðja lagi með myglusveppinn. Myglusveppur jú lífvera. Og býtu, hvað myglusveppurinn búinn að skaða Ísland seinustu 10, 15, 20 árin? Bara niður á Kirkjusandi Íslandsbankahúsið sem á bara jafna við jörðu. Hvað heldur það að kosti? Myglusveppurinn lífvera. Býtu, akkur ekki reynt að finna einhver tæki og tól til þess að ráða niðurlögum þessa skafalds? Hvað kostar þetta samfélagi? Takk. Já, ef að fundurinn samþykkir það, ef að leyfa Guðmundi að svara það hérna aðeins. Þórdís, já, ég Þetta góð spurning vegna þess að við erum að skoða þetta með vísitölutengingu og húsaleigusamninga. Það engin lög í gildi í landinu vísitölutengingu og húsaleigusamninga. Þau lög voru felld úr gildi 1. janúar 1999, hafði þá verið í gildi frá apríl 1983. Það bara samningsfrelsi sem ríkir, en það hins vegar lög verðtryggingu og verðtryggingu lána og sparifjars. Og þau undir staðan undir þetta samningsfrelsi og það vísað í þau. En hins vegar svo álitamál hvort að húsaleiga teljist sem höfuðstóll og ef hún gerir það og þetta undirstaða fyrir vísitölutengingu húsaleigusamninga, þá reglur reglur Seðlabankans að það má ekki vísitölutengja og verðtryggja samningar sem til styttri en 5 ára. Þannig að hugsanlega allir skammtímasamningar húsaleigusamningar sem vísitölutengdir, það ólöglegt. Og við erum að skoða þetta fyrir okkur af lögfræðing. Hvort að
þessi vísitölutenging húsaleigusamninga undanfarin ár sé hreinlega bara ólögleg og það sé skaðabótaskylda fyrir hendi. Það þetta er það sem við erum að skoða núna. Hvert var hittatriði sem þú talar með Airbnb og það er náttúrulega risa vandamál. Við erum með hugsanlega eitt hæsta hlutfall í Evrópu af íbúðum á skammtímalega markaði og það verður náttúrulega að setja einhverjar reglur þetta. Frábært, þá það Þórdís, gjörðu svo vel og þar með mælendaskráin tæmd nema einhver vinki. Já, hæ, Þórdís heiti ég. Ég bara þakka fyrir fundi, þetta er mikilvægt að koma svona saman. Gefur manni svona ýmislegt til þess að hugsa og kraft. En mér langar bara aðeins svona, ég er þeirra skoðunar að ekkert samfélag er sterkara en sá sem er veikastur í samfélaginu. Og horfi upp á grotnun kerfan okkar sem að eiga aðstofa fólk í neyð og í vanlíðan og annað, bara horfi upp á þetta frá ári til árs verða verra og verra. Og einhvern veginn stefnan er svo að einstaklingurinn skipti ekki máli nema hann eigi peninga til þess að, já, þú veist, þetta er bara, ég þoli ekki svona stefnu, sko. Og finna sósíalistaflokkinn held ég að bara verið ein mín mesta gæfa. Ég var alveg búin að stimpla mig út og mín svona persónulega bylting var svo að hætta að kjósa þessa gömlu flokka. Ég bara kjósa bara eitthvað nýtt þangað til ég fann sósíalistaflokkinn. Og ég held að það hafi nú bara verið svona grein sem ég las eftir Gunnar Smára sem að ég bara, það var bara svona check. Þetta var bara þetta var bara eins og að koma heim, finna svona mínar undirstöður. Og það er mjög mikilvægt að við komum saman og finnum einhver ráð til þess að breyta samfélaginu okkar. Ég ein og sér hef svo engin svör þannig við því en ég er opin fyrir öllu, sko. Þú veist, ef ég þarf að mæta hverjum einasta degi í mótmæli, þá bara geri ég það, þú veist. Við þurfum að breyta, við getum haldið svona áfram. Hvar endar þetta? Verðum við öll komin í pappakassarnir á Lækjartorgi eða, en nei, það má ekki sjást til okkar, þannig að við verum einhvers staðar í Heiðmörk í pappakassum eða, þú veist, við verðum að stoppa þetta fólk. Bara, nóg er nóg. Löngu komið tíma og að bara gera allt brjálað, sko. Bara takk fyrir mig. Gjörðu svo vel. Endilega, við vorum að bíða eftir það. Já. Komið í sæl og blessu, ég heiti Ella, Elinborg Angantýsdóttir. Ég er nú að koma hérna í fyrsta skipti með ykkur. Ég var svo glöð þegar ég sá þennan fund auglýstan vegna þess að allt sem var talið upp að það brennur mér svo fyrir brjósti hvernig hlutirnir er að fara í samfélaginu okkar. Mér finnst það svo grátlegt og ég er svo hissa á því að það skuli ekki vera fleiri sem að svona eru sama sinnis og ég til dæmis og ég hélt. Þegar að ég las minna fund og hélt að þegar ég kæmi ég hélt að það eru miklu fleiri ég er sjálf hjúkrunarfræðingur, ég hætt störfum, mér hefur þótt alveg óskaplega sorglegt að sjá hvernig heilbrigðiskerfið hefur farið á síðustu 30 árum og í raun og veru er það miklu verra heldur en margir vita. Þeir vita kannski helst sem að lenda inn á spítala eða eru aðstandendur þeirra sem eru þar. En já, það er óskaplega margt sem er að og ég ætla nú ekki að vera að tala mikið meira, ég er að fara að passa börn og þar með að hlaupa í burtu, en ég bara veltaði fyrir mér, þið hafið svolítið verið að tala hvað sé hægt að gera. Og mér finnst bara ástandi vera orðið þannig að fólk þurfi eiginlega bara að mótmæla. En þá kemur líka upp
En þá kemur upp hjá mér önnur hugsun í sambandi við það, að það virðist vera að það sé alveg fjöldi manns í þessu landi sem bara finnst þetta vera allt í lagi hvernig hlutindir eru. Möndum við verða nógu mörg til að standa upp og bara krefjast þess að stjórnin, eða sem við mótmælum þessari stjórn og hennar vinnubrögðum. Heyrðu, nú ætla ég geta að hafa þetta lengra, ég þarf að hlaupa til að passa börnin. Það var gaman að vera með ykkur. Takk fyrir. Já. Já, takk ykkur fyrir, gott að vera með ykkur. Sko, eins og þið kannski munuð heyra þá, ég einu skrifaði Hallgrímur Helgason bók og í einni senunni að þá var Matthías Jóhannesson var í senunni og var að tala við frænku sína í Ameríku og var að yrkja ljóð á sama tíma. Þannig að slitrur úr samtalinu við frænkuna fóru svona inn í ljóðið. Þetta er mjög fyndinn kafli í, þetta er alltaf koma. Þannig að ég ætla að lesa hérna núna tillögu að ályktun sem er svolítið svona, það hefur verið að sækja, þið kannski heyri svona brot, ég held að þetta Þórdís heyri svona restina af þessu sem að bætist inn í þetta. En það er kannski hægt að laga þetta svo á eftir. En það er komið nóg, opin borgarafundur um ástandi í samfélaginu sem haldið var í Breiðfirðingabúð laugardaginn 20. apríl hvetur ríkisstjórnin til að segja af sér og almenning til að rísa upp. Og af því að við vorum að dreifa bókina harðar þá verðum við að hafa svona vísun í það og þá kemur svona millifyrirsögn burt með vanhæfa ríkisstjórn. Ríkisstjórnin á að segja af sér og boða til kosninga ef hún hefur hvorki getu né hugmyndir til að mæta vaxandi lífskjarakreppu sem grefur undan lífi láglaunafólks og þrýstir æ stærri hópi almennings niður í fátækt og bjargarleysi. Ríkisstjórn sem skynjar ekki vandann, skilur hann ekki og eða er samumann á að láta völdum strax. Ríkisstjórn sem vinnur gegn hagsmunum þeirra sem standa veikast í samfélaginu en þjónar hinum ríku og best settu er siðlaus, spillt og skaðleg. Hættið að valda skaða, hættið að níðast á bjargarlausu fólki, hættið að berja á þeim sem geta ekki varið sig. Skammist ykkar, þið njótið ekki traust almennings, farið heim. Svo kemur önnur millifyrirsögn, almenningu þarf að sækja og nota vald sitt. Þegar stjórnvöld bregðast hlutverki sínu verður almenningur að rísa upp og hrekja þau frá völdum. Þegar stefna ríkisvaldsins grefur undan fjölskyldum en hyglir fjármagni, þá verður almenningur að rísa upp og breyta stefnunni. Fundurinn hvetur alla til að láta í sér heyra, taka þátt í mótmælum og andstöðu gegn stjórnarstefnunni og fylgjast til starfa í sínum verkalýðsfélögum og í almannasamtökum. Þegar almenningur sefur þá aukast völd auðvaldsins, þegar almenningur vaknar þá missir auðvaldi völd sín og það er forsenda réttlátra samfélagsbreytinga. Rísum upp og sækjum vald okkar til að byggja upp réttlátt samfélag, eflum baráttutæki okkar og notum þau, samfélagið er okkar, fyrir okkur. Ekkert samfélag er sterkara en þau sem eru veikust, samfélag sem er ekki hinn veikustu er veikt samfélag, vont samfélag. Ég lít svo á að þetta hefur verið samþekkt og slít fundi bend ykkur á að það er partí, sósíalista ball, fyrsta skipti síðan 1956 haldið sósíalista ball, þannig að það man enginn hvað það er, þannig að ég hvet ykkur til þess að koma og sjá það í verki. Það byrja klukkan 7, en þið þurfið ekki að fara, þið getið setið hérna og talað pólitík ef að eitthvað er eftir að segja. Takk hérlega.